Eftir frekar dabran fyrri hálfleik og mikið andleysi í liðinu fannst mér. Hvað segir við á í hálfleik til að snúa genginu við? Við svona reyndum að halda áfram. Okkur fannst svona kannski liðið ekki alveg, við vorum ekki alveg líkir sjálfum okkur í fyrri hálfleik og það voru svona, vorum aðeins rægir að það var eins og menn höfðu kannski gert mikla þetta aðeins fyrir sér að vera konur í bikar og með svona sérstaklega sóknarlega þá litum við ekki alveg út eins og liðið sem við erum búin að reyna að vera. Þannig að við reyndum í seinni hálfleik að fá menn aðeins til að anda rólera og svona kannski vera svolítið aggressífari og árásargjarnari og það svona kom hægt og rólega í seinni hálfleik og við fóruðum að sækja á markið því að síðan erum við náttúrulega, við erum bara með gauðra sem eru ekkert vanir að vera í þessari stöðu og eru kannski svona fyrsta skipti kannski að spila einhvern leik sem kannski svona eru ekki vanir að vera í þessari stöðu og það er ekkert óeðlilegt að það taki smá tíma en mér fannst við svona aðlagast virkilega vel inn í leiknum og mér fannst við bregðast virkilega vel við og læra og þetta er svona leikur sem við erum reynslubankanum næst þegar við förum í svona stöðu og heldur við mætum tilbúinlega frá byrjun. Yes, og svo er það aðeins með markmannsmálin, þá er það að glíma við meiðsli þar og Sigurjón stígur rækilega upp, eitthvað hann? Bara hrikalega flottur, þetta er náttúrulega, ég er búinn að þekkja Sigur, ég er búinn að vinna með Sigurinn og þetta er 4. tímabili og hann er bara hrikalega duglegur og búinn að vinna fyrir þessu og hefur orðið bara betri á hver einasta ári og það er ástæða hverju hann er með Einari Baldvin því að við treystum honum og hann hefur bara stigið hrikalega vel upp eftir að Einar Baldvin meiddist og það er náttúrulega frábært líka að vita að þegar Einar Baldvin kemur tilbaka þá erum við greinilega með 2 virkilega flotta markmenn en það þarf sterkt bein í það að mæti svona leik og svona ungur og spila eins og hann gerði upphafi leik, svo fannst mér kannski hann og það var svona vantað upphafi á mörgum en Sigurjón var einn af þessum kannski fáum sem var svona leit út eins og var virkilega tilbúin í þetta, þannig að hann líka gaf tóni fyrir okkur, varði ákveðin færi og hjálpaði okkur og hann er bara flottur markmaður. Klálega, svo er bara örstutt í lokin, hvað er eitthvað vita með Einar Baldvin, hvað er langt í að hann snúi tilbaka? Já, það er bara stutt, það er bara þetta átt að vera einhverja nokkra vikur og ég svo sem við hefum ekkert spurt hann síðustu dag, við bara höfum verið að hugsa það sem við höfum verið með og hann bara svona fer að detta inn í þetta einhvern tíðan en við sjáum bara hvernig það er, þetta er nú ástæðan af hverju maður vill vera með svona þokkalega breiðan hóp og það er ekki bara Sigurjón sem hefur dottið út, það eru bara fleiri en þá bara koma aðri leikmenn inn og taka starra hlutverk og þannig virkar þetta í þessu. Takk fyrir.